Góðan dag. Þennan dag spilaði ég völlinn Keili í Hafnarfirði. Mér finnst mjög gaman að spila íslensku vellina í Hermi og úti. Og sérstaklega þá Grafarholtið og Korpuna. En detti Keili og GKG og Akureyri svona við og við. Og Erlendavelli. Þetta er sérst fyrsta brautin, hún er par 5. Þennan daginn var ég ekkert sérstaklega á boltanum. Það var þriðji hringur dagsins. Ég er ekki að tjekka á puttunum á mér. Ég er hann frekar aumur í puttunum og með sár. Ekki það sé afsökun. En rétt skal vera rétt. Ég tek út svona lykilstaðreyndir og set angle of attack og club face og club path og face angle. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með því í höggunum. En já, ég var ekki alveg að ná réttum hraða í driver og slíku. Þannig ég var greinlega þreyttur. En skoraði völlinn ágætlega engar síður. Spoiler. Þarna tek ég minidriver. Ég er sérst með driver, minidriver, 2 járn og 4 járn. Minidriverinn hjá mér ég sveifla honum bara svipað og driver, þannig sé, sveiflan. Náttúrulega ekki með 10, þannig ég næði honum aðeins upp og þetta hefnaðist ágætlega. 230 metra högg með honum og bara upp í grínið, fínasta stað. Þá er bara málið að reyna að vippa í hringinn. Ég nota 54 gráður til að vippa svona í kringum flatir. Svolítið hröð sveifla en kom ekki sök. Náði hringnum og fugl á fyrstu braut. Við erum glöð með það. Nú á þessum velli í Hermi þá er maður bara að rífa upp driver hvar sem er vegna þess að það er svo lítil refsing ef maður fer í hraunið. Það held sér bara 1-3% refsing þess að þegar maður tekur fullt högg þá drífur maður bara 97% til 99% með högginu. Þannig að þá rífur maður bara upp driver og neglir eins og maður tekur alltaf járn og teig þarna en kannski maður byrja á að taka driver bara úti. Þetta er svona rosalega vel. Besta stað. Og skilur eftir bara, hvað er þetta, 60 gráður. Já, tek færin á 25 til 75 metra færi. Þarna 53 metrar í pinna, 60 gráður alltaf veikar. Það taka svona 10 metrum meira og spinna aðeins tilbaka. Þannig að bara par. Wasted opportunity. Þannig að hefur átt að gera betur. Sama hér. Ríf bara upp driver og negli á þetta. Sem er bara skemmtilegt. Engar afleiðingar, annars myndi maður alltaf taka 2 járn kannski og vera þarna bara til hliðar. Hefnast ágætlega. Höggið. Og bara mjög glaður með hann skilja hann eftir þarna í easy whip inn í hring og auðvöldu fugl. Þannig séð. En sjáðu hraðan hérna, hvað var þetta, 106, það er ekki þess að ég vil hafa, ég vil vera svona í 110 til 112, þá er ég voðalega glaður. En easy whip til að ná auðvöldu fugli. Skalla hann bara yfir. Það ekki bara. Ótrúlega ósattu við það. Næ ekki fuglinum, þannig að það er bara par. Men bara næst. Þá er það par 3, hóla, hún er 139 metrar skráð, en pinnin er hérna í 135 metrum. Þannig að það er þá bara 9 járni hjá mér. Eins og segja, þetta var þriðji hringur dagsins, þannig að svona leti högg hjá mér með járnum eru pól til vinstri. Og þótt maður viti af því að þá einhvern veginn vonar maður alltaf það besta. Að þarna sjáu þið pól til vinstri, sleppur í þetta sinn, par.
Svo það hérna frekar erfið braut í raunheimum, næsta par 4. En ekki í hermi. Í hermi þá miða ég nú bara nánast út í hraunið og negli bara á það. Vegna þess, again, nánast engar afleiðingar. Þetta svona cirka mitt högg, svona aðeins dreginn til vinstri, en það var engin vikt á baku þetta voru örugglega bara 106, 108 miles per hour hraðinn, þannig að 108,9 ef ég sé rétt. Ekki besta höggi, en bara fínu stað. 92 metrar og hérna ákveð að taka þarna 54 gráður. Sem ætti að vera svona fínt. Ef hættan hérna hann spinnir það svo mikið tilbaka. Þú kannski setja svona í efri mörk á því sem ég dríf með 54 gráðum. Og spanna aðeins tilbaka, en ok, tek parið. Move on, fer þá á næstu braut sem par 3 sem svona copy-paste nánast af hinni par 3. Nema hvað að hún aðeins styttri. Ég tek með aðeins hægra megin og tek pitching wedge í staðinn fyrir 9. Pitching wedge svona upp í 125 metra hjá mér. En já, vissi af því að ég var orðinn pínu þreyttur, þannig að leyfði mér bara að vissi að ég myndi ekki ná hinu fullkomna höggi, sem var þannig alltaf raunin. Púlaði til vinstri, næstu því samt. Par. Þannig ég ennþá einn undir pari. Á þessum velli sem mjög birdable. Mikill fuglasöngur. Þannig að maður getur nú gert betur. En svo þessi. Par 5, auðvöld par 5. Ég gerði ganni mín í fyrsta sinna, miða bara út í hraunið. Ég ætlaði bara að taka, eitthvað 110 til 112 miles per hour högg, bara vel negla, lendi í hrauninu og sjá hvort það myndi skoppa yfir. Ágætis höggi, en það vantaði á þetta og hann bara snarstoppaði, þannig að þetta er greinilega ekki alveg leiðin sem hægt að fara. En ég skil bara eftir í rauninni þægilegt 161 metr. Það bara svona næs 7. 7 er kannski svona upp í 170 á góðum degi. Þannig að þarna ég var ekkert að fara að rembast með 7 þarna. Og þegar maður orðinn þreyttur þá þetta spurning einbeitingu, eins og þarna. Bara þú erum búin að spila golf í 37-8 ár. Þá gerir maður bara alltaf sömu mistökin einhvern veginn. Tók ekki svona committed högg. Þá var þetta bara svona leti högg til hægri. Ótrúlega pirrandi, en svo sem að fara að vippa fyrir erni. En þetta er náttúrulega bara, maður bara að vinna með sinn ramma, skilji. Ég með 5,5 fórgjöf, plus 3,3 í golfhermi. Þannig að þetta er bara minn rammi, ég er ekki sáttur við að vera þarna. En sætti mig að vera fugl. Þannig að hver og einn verður bara að vinna með sitt. Gauður með 20 fórgjöf er það örugglega bara hæst annaður hérna. Og fólk verður bara átt að segja því. Þarna er ég komin 2 undir. Finnst þess að þessar völlurinn skuldi með svona 2 högg eða eitthvað slís á þessum tímapunkti. Og þessari braut stutt par 4. Þá tek ég bara 5 járn og plassera nú bara svona 200 metra högg. Það var bara stutt inn á grín eftir. Vegna þess að það er vatn á hægri hönd og eitthvað meira en það, þá er maður að fara að ógna að fara í vatnið. Það er algjör óþarfi. Tek mitt 200 metra högg tæplega. Skil eftir þarna, hvað er þetta, 106 metrar cirka. Og tek þá gap wedgeið. Það er eiginlega bara perfekt. Það er svona 106 til 115. Þannig að tek gap wedgeinn og sætt mig við að vera bara þarna.
Já, hérna, ég sést með 60 gráður, 54, svo 50 gráður sem gapvits. Þá það er bara par þarna, þá ég bara komin á 9. braut með aðeins hægra megin og hérna vonast eftir að fá mitt venjulega svona pinku trúa. Sem ég svo sem næ, en þreytulegt högg einhver síður og hérna bara hraðinn ekki nógu góður. Í staðinn fyrir 270 eitthvað, þá er það 250 og eitthvað. Svo hraðinn eitthvað 108. En hérna bara allt í góðu. Á þarna í rauninni bara pínu eftir, tek gapvetsinn og ekki sáttur af því ég að púlla hann. Náði ekki að kommitta. Ég var alveg að hugsa ekki púlla. Þú veist að kommitta á alltaf, en svo bara líkamann er bara ekki betri það hérna. Þetta bara gerist. Par. Fyrir 9 er á 2 undir og þá hef ég við leik á seinni 9 sem er náttúrulega ótrúlega skemmtileg. Par 4 braut, stutt par 4 og þar sem maður er í hermi þá er með maður bara á pinnan. Vonar að besta. Annars myndi maður alltaf taka 2 járn eða eitthvað og plassar hann hana. En hérna var fearless golf í hermi að sjálfsögðu. Gott að æfa fearless golf. Það var aldrei að vera með eitthvað ótta, var að negla á hlutinu bara. Og þarna var hann bara fínt högg, en ég lendi í helvitis niðurhöllanum í brekkunni og hann rúllar svona skemmtilega yfir. Sem er allt í lagi vegna þess að þú veist, var hæpið að lenda innan hringsins og fá örd, skilurðu. Þú veist, ef maður bara ná grínum þá þetta verið birdie. En þú veist, auðvelt svo sem að ná birdie núna. Bara auðvelt vipp upp í móti og ná hringnum. Þannig að tomero. Ég tek eftir því svona eftir á þegar maður er að horfa á þetta þá eru vippin ótrúlega hröð. Þú veist, aftursveiflan og framsveiflan svona. Það er greinilega eitthvað sem gerist hjá manni. Það er bara svona ekki fallegt. En þá verður þetta svona tæft. Næsta hol er náttúrulega svakaleg. Maður tekur bara græða línu í hermi. Sem er skemmtilegt. Ekkert safe play þar. Og hérna reynir bara að negla á þetta. Og það hefnaðist ágætlega. 255 metrar. Bara fínt. Skil eftir bara ótrúlega þægilt högg. Tek það með hérna ætlaði bara að taka létt á því með 54 gráðum og tók of létt á því. Náði ekki, vantaði ná 10 metru. Verð að láta með par næja. Þetta er næsta par 3 hérna, rosalega erfið in real life, en þarna miðið er bara með þess að hægra megin. Þess að ég veit að ég er að fara að púlla þessa helvitis 9 til vinstri og hérna negli bara á það. Safe. Par. Þannig að eftir 12 þá er ég -3, tek aftur græða línu á þessari par 5 hólu. Fearless golf, slæ bara yfir allt autobonsið. Reyna að sækja sko, -3, það er svona mér finnst ég skulda 2 högg, svona miðað við mína fórgjöf. Það vonast eftir þessum að bánsi til hægri. Fatt ekki að það skiptir engu máli að vera í röffi, en það er engin refsing á þessum velli, í þessum hermi. Skil eftir þarna 179 metra, það er bara 6-an. Bara ótrúlega þægileg vegalengd. Að bara taka falltök með 6.
Sjáum hvað gerist. Hvað gerir Sigursteinn? Dillar rassinum. Mistókst hrikalega. Náði ekki snúningnum, í sveiflan mín var ekki í synki. Þannig að þá hélst hann bara svona beinn og hélst og endaði hægra megin við. Ömurlegt högg, en skilur eftir bara flott shot með 60 gránum. Ég er mjög góður í því. Auðvelt, en eins og ég heyrið á hljóðinu hér og heppnaðist það ekki nógu vel, náðu ekki hringnum, náðu bara pari sem er blóðugt á þessari parfimmu. Þá þegar maður er sveittur þá fer maður á næsta teig og ætlar heldur betur að refsa drefernum. Það var akkurat það sem Sigursteinn ætlaði að gera á næstu braut. Ætlaði að loka honum og bara grip it and rip it og gerði það, en gerði það ekki nógu vel. Þannig að það gerist að þá loka ég oftar en ekki killuhausnum og out-to-in sveifla. Þá fer hann allir svona til vinstri og lágur til vinstri. Skila sér ágætlega lengdalega séð sko, en ekki fallið högg, 253 metrar, 110 miles per hour. Skil eftir bara auðvelt 60 gráðu högg, en var ekki alveg á boltan. Fleyjarnir voru ekki alveg að skila sér, það var bara alltaf stuttur. Næ bara pari. En svona lífið. Gamla 18. Hún er ótrúlega skemmtileg sem lokahóla. Sakna hennar sem lokahólu á þessum velli. Man getur virkilega nelt þar. Það var gaman, en aftur sama gerist hér. Lokaður kylfuhaus og outside in sveifla endar vinstra megin. Það skildi eftir aðeins lengra högg en ég hefði viljað og 123. Þannig að það reyndar kom sér ágætlega vegna þess að þá var það bara svona nokkurn veginn fullur pitching wedge hjá mér. Og að ég er búinn að læra eitthvað á því að horfa á sjálfa mér svona að spila, þá er það bara að reyna að fara í full högg og mitta og bara taka 110% sveiflur í staðinn fyrir eitthvað svona þreytuleg högg. Þannig ég geri það núna, eða þarna, í þessu höggi. Og uppsker bara frábært högg. Ég skil ekki af hverju maður gerir þetta ekki oftar. Fæ fugl og er komin á 4 undir og 3 hólur eftir. Næsta hól er náttúrulega mjög tricky par 5 sem er alveg ótrúlega þröngt lendingarsvæði til vinstri og out of bounds vinstra megin. Þannig ég miða bara alltaf á 18. hólu og ég meina það er engin refsing þar og ég er hærra uppi, miklu betri aðkoma inn á grínið. Þannig að þetta er bara no-brainer að miða á þá hólu. Ekki það að höggið hafi tekist eitthvað sérstaklega vel. Náði alveg mínu flugi en bara þreytulegt og stutt. Þannig að þetta var stutt högg þá átti ég hann svo mikið eftir í annað högg. Tek mínidræfurinn en þetta er bara svo langt sko, held ég bara eitthvað alveg 238 eftir. Það er alveg dúaból, ég næ alveg svona upp á góðum degi 250 metrum með mínidræfur, en not today my friend. Ég ætlaði samt að reyna. Það er ömurlegt högg til hægri. Bara svona, lendi þarna. Skildi eftir 51 metr sem er bara perfect fyrir, þú veist, perfect segi ég, fyrir 60 gráðunar. Þarf að miða vel hægra megin vegna þess að þetta er allt í halla og mun pottitt fara til vinstri.
og það bara akkurat það sem gerist. En sættum við þetta. Par. Eftir, þú veist, runni 3 léleg högg. Eða 3 högg sem voru ekki heppnast eins og ég hefði viljað. Næst síðasta holan ótrúlega falleg, par 3. Þessar breytingar náttúrulega hafa heppnast ótrúlega vel hjá þeim. Keili. Mjög fallegt. Tek áttuna. Miða hægra megin vegna þess að ég veit bara að ég að fara að gata pólandi til vinstri. Ég að vinna í þessu. Og húsáttur, alltaf mikið pól. En kemst upp með það. Rétt náðið bönkarinn og rúlar svona inn á grín. Algjör hefni. Par. Skítapar. 1 hola eftir. Auðvöld par 4. Dræfið rosalega opið. Maður getur bara nelt á það. Og það var náttúrulega það sem ég gerði bara. Og sjáum strákinn í slow motion, litla skrefið til að ná svona svaka. Aðeins lokaður, aðeins outside in, þannig að hann vinstra megin sem bara fínt náttúrulega svo sem á þessari braut en svakalega hraða, 265 metra drive cirka. Og hvað var hraðinn? 110. Það er fínt, skilur þetta hvað? 121 metri minni mig, tek pitching og edge og reyna, ég að bara ekki púlan eilíf bara það, en að slapp vegna þess að rétt náði inn á grín og náði parinu. Þannig að ég endaði á 4 undir pari í þennan daginn, hitti 57% af brautum. Hitti öll grínin, 100%. Það eitthvað með til sögustinni. Average drive 254 metrar, oft eru betri. En lækkaði forgjöfið það, eins og sjáið, komin í plus 3,3 og ég segi bara takk fyrir mig, sjáumst næst.